En sem komið þá erum við ekki á þeim stað að geta hugsað gæði í umhverfinu. Við erum einfaldlega ekki komin þangað. Þessi orð fjallu þegar ég hlustaði nýverið á fulltrúa sveitarfélagsins tjá sig hvar við værum stödd á þeirri vegferð að byggja upp manneskjulegt, uppbyggilegt og heilsusamlegt umhverfi. Umhverfi sem tæki mið af sálrænum þörfum fólks. Við erum að renna inn í mikið uppbyggingarskeið hvað varðar byggingu íbúðarhúsnæðis. Til dæmis skrifuðu ríki og sveitarfélög í júlí síðastliðnum undir 10 ára rammasamning sem kveður á byggingu 20.000 íbúða á landsvísu á næstu 5 árum og byggingu 35.000 íbúða á næstu 10 árum. Í byrjun októbermánaðar kom fram á þingi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Samtaka iðnaðarins að rúmlega 8.000 íbúðir væri í byggingu þessar mundir á landinu öllu og var hlutfall íbúða í byggingu miðað við núverandi fjölda íbúða víða býsna hátt, til dæmis 22% í Vogum á Vatnsleysuströnd, 14,7% í Ölfusi, 13,4% í Árborg og svipað í Hafnarfirði. Þá sagði Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi og væntanlegur borgarstjóri í Morgunblaðinu 7. október síðastliðinn að það stemdi í sögulega uppbyggingu hjá Reykjavíkurborg. Með öðrum orðum, það er mikið í gangi og mikið í pípunum. Ég sat því og melti þessi orð fulltrúans. En sem komið þá erum við ekki á þeim stað að geta hugsað gæði í umhverfinu, við erum einfaldlega ekki komið þangað. Spurningarnar hrönnuðust upp í kollinum á mér. Erum við að fara að byggja og byggja fyrir fólk, en við getum ekki hugsað gæði þess umhverfi sem við ætlum að byggja. Getum við ekki hugað að heilsu og velferð fólks? Erum við virkilega á þeim stað við þetta ríka samfélag sem höfum allt til alls, að við séum að byggja upp íbúðarhúsnæði einungis til að uppfylla þau mannréttindi að fólk hafi þak yfir höfuðið. Við erum nýkomin úr COVID-19 heimsfaraldri sem myndu okkur á að heimili fólks svo miklu meira en bara þak yfir höfuðið. Heimsfaraldri sem myndu okkur á að okkar nánasta umhverfi svo miklu meira en bara bílastæði og steyptar gangstéttir. Ég var eitt spurningamerki. Innleiðing umhverfissálfræði inn í skipulags- og hönnunarferla þá ótímabær á þessum tímapunkti, spurði ég. Ekki tímabært að vigta mannlegt eðli, atferli og þarfir fólks inn í þessa umræðu eins og sakir standa? Jú, auðvitað skiptir fólk máli og auðvitað hefur umhverfissálfræði mikið fram að færa. Það allir sammála það. Við erum bara ekki komin svona langt. Ég reyndi að ná utan þessi orð. Við erum að stefna inn í mikla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það verið að búa til heimili fyrir fólk. Heimilið akkeri fólks. Þetta umgjörð utan líf fólks. Íbúðarhúsnæði langstærsta fjárfesting langflestra. Heimili fólks eru gríðarlega mikilvægar einingar í samfélaginu. Við erum að byggja utan fólk. Við erum að byggja umhverfi sem fólk ætlað að búa í, en við segjum að við séum ekki komin á það stað að við getum vigtað inn í ferlana þarfir, atferli, langanir, væntingar og eðli fólks þó allir séu sammálum að það skipti máli. Auðvitað skiptir það máli og það gerir orðræðuna enn óskiljanlegri. Ætlum við þá fyrst að byggja ofboðslega mikið og svo að huga að gæðunum þegar að hægist og við höfum ráðrúm til að hugsa. Hvenær mun sá tími koma? Einn ágætur fulltrúi sveitarfélags sagði við mig nýverið. Ég myndi bara vilja að geta stoppa skipulagsmálin í svona mánuð bara til að ná áttum í þessu öllu saman. Hvert erum við komin? Í skipulags- og byggingarnefndum út all land sitja kjörnir fulltrúar, oft með mjög takmarkaða þekkingu og reynslu í þessum málaflokki, en með þá kröfu á bakinu að ég að taka afstöðu til hönnunar, skipulags og uppbyggingar helst í gær. Skilaboðin eru: fólk að brenna út á tíma, verkefni að brenna út á tíma, fjármagn að brenna upp.
Afleiðingin sú að of oft eru teknar illa ígrundaðar og afdrifaríkar ákvarðanir uppbyggingu sem standa ókomna tíð. En mistök í skipulagi og uppbyggingu umhverfis eru ein allra dýrustu mistök sem sveitarfélög geta gert. Ertu að segja okkur að við séum ekki komin á þann stað að við getum leyft okkur þann munað að huga að heilsu og velferð fólks þegar að verkefnið fjallar í grunninn að skapa umgjörð utan fólk? Höfum við ekki ráðrúm til þess að huga að þeim einingum sem að verkefni snýst Ég var orðinn alveg ringlaður. Sko, eins og þá erum við bara komið í veg fyrir að öllu verði drekkt í steypu. Það rofaði aðeins til í kollinum á mér. Já, við erum sem sé að ræða frekakallinn. Við erum að ræða frekakallinn sem Jón Gnarr talaði í grein á vísi.is 27. september 2015. Þar skrifaði Jón meðal annars: Frekikallinn kann að messa yfir öðrum. Ég hef séð hann hella sér yfir fólk. Það gilda ein lög fyrir hann en önnur fyrir alla aðra. Hann alltaf í fullum rétti. Hann veit allt betur en allir aðrir og hefur alltaf rétt fyrir sér. Hann vill bara fá sitt og fyrir sig. Hann trúir því að ef hann fái allt sem hann vill, þá muni aðrir sjálfkrafa njóta góðs af því. Það eru fáir sem þora að andmæla honum eða standa í vegi fyrir honum. Hvað þá að standa upp í hárin á honum? Því hver vill lenda í honum? Hver vill sjá stingandi augnaráðið beinast að sér, heyra háðsglósurnar og hótanirnar? Svo mörg voru þau orð. En þá má aftur spyrja. Hvers virði eru völd sveitarfélaga í skipulags- og byggingamálum ef þau stilla sér upp í varnarstöðu gagnvart frekakallinu? Þau segjast vita að gæði umhverfis skipti máli, en samt eru þau bara í því að forðast að vera ekki drekkt í steypu. En samt hafa þau valdið. Ég átta mig ekki á þessari umræðu. Eru fulltrúar sveitarfélagsins tilbúnir að láta trú og sannfæringu víkja fyrir geðsræringu frekakallsins? Sveitarfélagið undanlátsamt? Það hrætt við geðsræringu frekakallsins? Frekikallinn svona ofsalega frekur að það haldi honum engin bönd? Spyr sá sem ekki veit. Sveitarfélögum ætlað að standa vörð almannahag og til þess eiga þau að leita allra leiða. Í þessum málaflokki hafa þau valdið og ábyrgðina. Aukin þekking á samspili fólks og umhverfis ætti því að vera keppikefli þeirra til að auka líkur á manneskjulegri og uppbyggilegri byggðaþróun. Þekkingin hjálpar til við að taka betri ákvarðanir. Þekkingin hjálpar til við að byggja undirstöður betra samfélags. Hvar á umhverfissálfræðin að koma inn í ferlana, spurði fulltrúi sveitarfélagsins. Umhverfissálfræði á að vera hluti af skipulags- og hönnunarferlum frá upphafi til enda. Hún hentar líka við að búa til forsendur, hún hentar til rýni á öllum stigum, hún getur víða komið inn. Aðalmálið bara að opna dyrnar, hleypa henni inn og veita henni rými. Hún mun finna sinn bás. Já, ég skil. Við skoðum þetta. En svo náttúrulega eitt. Það ekki til neitt peningu núna til að setja í svona vinnu. Þannig að þetta þarf eitthvað að bíða. Ég gerði mér upp bros og stóð upp. Það ljóst að byltingar þörf. Takk fyrir í dag. Takk sem leiðis, Páll Líndal, umhverfissálfræðingur, fyrir þinn pistil. Með þessum pistli Páls líkur samfélaginu í dag? Já.